Já, þá Hrafnhildur komin upp á vegg. Komið sæl. Það komin gestur í Hvíta máva, ung kona, viðskiptafræðingur og kaupmaður á Akureyri. Lærði í útlöndum, en ég ætla ekkert að trekkja þetta meira, heldur láta hana segja söguna. Katrín Káradóttir. Vertu velkomin. Takk hella fyrir gestur. Jæja, ég ætla bara að byrja. Hvernig var dagurinn í dag? Í dag? Hann byrjaði eins og flest aðra morgna, bara að allir segja glaðir góðan daginn og faðmast og reyna að vakna saman. Hvers konar heimili er þetta eiginlega, spyrjum? Já, ég held þetta er bara orðið já, ég held þetta sé bara orðið normið, sko. Og þessi yngsti sem er 5 ára, það er erfiðast að vekja hann, þannig að við þurfum stundum að kissa hann svolítið oft. Já. En já, þetta er svona bara að fá sér morgunmatinn og koma sér út í daginn. Og það var nú tilviljun að ég átti pantaða klippingu, en ég hefði náttúrulega farið í klippingu, sko, ef ég hefði fyrir viðtalið, sko. Mér skilst að það sé einmitt þannig með konur og það þurfum við að gefa þeim góða tíma ef maður við að koma í viðtal. Já, þær þurfa að fara í klippingu eða einhverja svona snyrtingu. En mér finnst þú lítið alveg ljómandi vel út. Æ, þakka þér fyrir. Þannig að þessi dagur hefur það byrjað á að geta. Já, nákvæmlega. Þetta var alveg algjör tilviljun. Hvort er betra að ég titli þig viðskiptafræðing eða kaupmann? Það er nú bara, ég held að skipti engu máli en mér finnst þetta kaupmaður svolítið flott. Já. Ha. Já. En þetta fer ágætlega saman? Já, algjörlega. Þó að maður hafi ekki lært þetta í viðskiptafræðinni að þetta sem slíkt, þannig ég vil meina að þetta hafi verið mikill skóli að svona starta, stofna fyrirtæki og skuttla sér svona út í djúpu laugina. Já. Þetta er búð sem er staðsett í menningarhúsinu Hofi. Já, passar. Og er líklega eina búðin í Hofi. Já. Og hvers konar búð? Sko, þetta er verslunin heitir Kista í Hofi og leggjum áherslu á íslenska hönnun og erum stolt af því að greiða veg þeirra og kynna íslenska hönnun og íslenska framleiðslu. Þannig að þetta er svona bara brot af því besta sem er að gerast í íslenskri hönnun. Og ég nýt kannski þeirra, hvað maður að segja, að forréttinda að geta tekið svona sitt lítið frá hverjum, svona valið svolítið, af því að vera svona, já, kannski þessi ekki alveg eina, en vera með svona verslun sem alveg fókusirar á íslenskt. Já. Og ég myndi segja að vera kannski 95% sem er íslenskt. Og hverjir sko kaupa? Er það útlendingar en Íslendingar? Það eru bara bæði. Íslendingar eru hlutfallslega fleiri yfir vetramánuðina, þó að ferðamenn þeir eru að sækja í sig veðri líka yfir veturinn. Já. Og svo myndi ég segja frá maí fram í september þá eru ferðamennir alveg í stórum stíl, sko. Og þeir eru að verða meira kannski, svona, þeir spyrja meira er þetta íslenskt, er þetta framleitt hér og svona, já, það er mjög gaman að því og þannig að maður er bara stoltur að geta sagt frá því. Já, og nýtur þess sko að vera í Hofi? Já, ég myndi segja sko, Hof er bara einstakur vinnustaður, í raun og veru er þetta risastór vinnustaður, þó ég sé eða við erum 2 til 3 saman í Kistu, þá er náttúrulega upplýsingamiðstöðin og Akureyrarstofa og tónlistarskólinn og starfsfólk Hofs og bístróið. Þetta er bara ein stór fjölskylda og valinn maður í hverju rúmið þarna og einstaklega góður andi. Þannig að ég er ekki ein, ég hef alla þessa vinnufélaga, ef svo mætti segja. Og það skiptir miklu máli. En þú ert héðan? Já, ég er héðan, alveg í húð og hár. Já. Og gengur þá bara í þennan venjulega skóla hér, í barnaskóla, gagnfræðaskóla eða menntaskóla og allt það? Já, passar. Og varstu þá búin að ákveða alveg hvert þú stendir? Nei, í rauninni ekki. Ég hugsaði með mér í menntaskóla, þá valdi ég náttúrufræðibraut til að hafa möguleikana sem opnasta. Það var eina sem ég var að pæla í og að ég vissi nákvæmlega ekkert hvað ég ætlaði að gera. Og svo var þetta svona praktíkinn sem
valdi að velja praktískt, sko. Ég verð nú að segja, ég var ekkert með hugað að fylgja eitthvað svona draumnum. Ég hugsaði með mér frekar, ég þarf að geta staðið í eigin fótum, sko. Já. Og valdi viðskiptafræði, ég vissi að ég geti unnið við svo margt. Ef ég myndi læra viðskiptafræði, já. Þannig að þetta var ótrúlega praktískt val. En langaði ekki eitthvað annað? Sko, eins og með fullri virðingu fyrir IKEA, með fullri virðingu fyrir viðskiptafræði? Já, algjörlega. Sko, ég var náttúrulega stundað þarna dans alveg frá barnæsku og eyddi þar alveg hjá Dansstúdíó Alice. Þá eyddi ég alveg ómældum tíma, ég held ég að verið bara einhverju klukkutíma á hverjum degi og hún svona mikil fyrirmynd í mínu lífi og mér ofboðslega kær. Og þannig að auðvitað var hún sendi mig á sínum tíma sumardvöl til New York og þar fékk ég að fara dvaldi ég hjá gestakennara og lærði meira og þú veist, þetta hefði alveg verið kannski ef ég hefði kjark til að fara þá leiðina, en ég veit ekki kannski, þú veist, þetta, en ég var samt ekki að spá í það þá, sko. Nei. Þá vildi ég hugsa voða svona praktískt. Ég sé því alveg fyrir mér, sko, þú ekkert orðið læknir eða hjúkrunarfræðingur eða kennari. Já, ég sé orðið góð í því bara. Já, ég á mjög gott með fólk og bankastarfi, því nú vann ég, svo fórum við erlendis þarna í framhaldsnám til Kaupmannahafnar. En svo ég vaði nú einu í annað að þó að sumir álítið bankastarf að ég vann í banka í mörg ár og í Reykjavík? Já. Og þó að sumir telli það þurft starf þá var það enga veginn, það var mjög lifandi og ég átti mjög gott samstarf við viðskiptavini mína þar. Þú nefndir manniðinn áðan? Já. Og þið fóruð þá saman til útlandssamstarfs eftir nám hér? Já, eftir menntaskólann. Til Kaupmannahafnar? Já, ég segi eftir háskólann, hann lærði verkfræði og ég viðskiptafræði og fórum við saman til Kaupmannahafnar. Fórstu þá í frekara nám? Já, þá fór ég í CBS, heitir hana, Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn og tók þar framhald í svona fjármálum. Já, eru fjármálin þín í góðu lagi? Já, þau eru eins góð geta verið. Og svo læriði hann verkfræði, en hvað gerir hann? Hann skal ég segja, sparisjóðsstjóri, sparisjóðshöfðhverfinga. Á Akureyri? Á Akureyri. Höfuðstöðvarnar eru á Grenivík. Já. Og útibúið hér á Glerárgötu. Rosalega hlýtur að vera gott kontról af peningamálunum að þínu heimili. Já, það þarf að stemma af allavega. Já, en hann sem hvaða verkfræði lærir hann? Sko, hann lærir byggingaverkfræði og svo straumfræði og fer í fjarskiptageirann og þaðan í bankageirann. Þannig að þetta dálítið. Það ert að segja. Já, en honum bjóðast nýjar áskoranir þannig að sem hann stekkur á og þannig að hann mjög ánægður og Grenivík, þetta dásamlegur staður. Grenivík flottur staður, já. En eigum við að bregða okkur til útlanda? Já, hvernig væri það? Já, hvernig væri það? Þið færið til Danmerkur. Já. Og hvar voruð þið í Danmörku? Við vorum í Kaupmannahöfn og fórum fyrst bara á svona stúdentagarða sem var svona lítil íslensk nýlenda, fullt af frábæru, þar kynntist maður mjög góðum Íslendingum og börnin okkar léku sér saman og þetta var ljúft og gott og svo eftir námið þá hugsuðum við sem svo hvort við ættum ekki að sækja allavega störf, ekki að endilega hendast heim aftur. Já. Og það gekk bara mjög vel, þannig að þá keyptum við okkur raðhús bara í Vírum, Sorgenfrí, rétt hjá Lundby, þarna í norður Kaupmannahöfn. Og svo ílengdust við í 7 ár þar. Og varst þú þá í banka? Nei, þar var ég í svona, það var sem sagt viðskiptavinirnir mínum voru bankar og lífeyrissjóðir og svona eignastýringafyrirtæki. Þetta var svona hugbúnaðarhús, svona var búa til mjög stórt á Norðurlöndunum svona fjárfestingastýri búnaður til að stýra bara mjög stór hugbúnað til að stýra fjárfestingum og allt hvað því tengist, sko. Þannig að þar var ég, í
7 ár fyrir utan þetta eina ár sem við fórum til Suður Frakklands. Já. Þannig að þið hafði nú verið eitthvað á ferðinni. Já, það einhver svona ævintýraþrá. Ertu hætt að dansa? Ég dansa heima bara og þegar þarf að laga til þá set ég eitthvað gott á fóninn og hækki botn en við dansum bara heima í stofu. Já, var það? Já. Þú ert ekkert núna í neinum svona sýningum eða öðru slíku? Nei, en það væri gaman að reyna að fá alla gömlu, það búa nú margar hér, gömlu dansararnir. Já. Þó er ekki einu sinni í viku að taka nokkur spor. Nú skulum við, ég ætla nefnilega aðeins að tala dansi meira við þig og eftir. Já. Nú skulum við fá lag, þú valdir eitthvað lag, er það ekki? Já, jú, ég valdi lag. Já. Ég myndi segja hefði mjög fjölbreyttan tónlistarsmekk en ég ákvað að fara bara velja það sem ég finnst skemmtilegast akkurat núna og það auðvitað bara plata sem ég keypti mér daginn en svo unnu þeir held ég besta plata ársins eða hljómsveit ársins núna Mammút. Já. En þetta lagið eitt mörg falleg lög á þessari plötu og finnst þetta einstaklega smart hljómsveit. 3 konur, þetta er eiginlega svona kvennasveit. Já. Og það lag sem heitir Salt sem ég finnst eiginlega ægilega töff. Hlustum á það? Já, hlustum á það. Jæja, og við höldum áfram í Hvítum máfum. Katrín Káradóttir valdi þetta lag, Salt, Mammút. Mammút. Já, og er gott að dansa við þetta eða? Já, ég myndi segja, það er mjög gott að dansa við þetta. Svona svolítið nútíma dans. Þegar ég var töluvert yngri og þú mikið yngri, þá unnum við saman. Það er rétt, Gestur. Er það ekki? Jú. Bara hverja helgi? Já, bara mánuðum saman. Mánuðum saman. Vorum að hérna á Akureyri í Sjallanum og við vorum á gamla Broadway. Já. Og svo vorum við fyrstu skemmtikraftarnir sem komum fram á Hótel Íslandi. Já. Er þetta ekki rétt? Held ég nú. Það sé nú, sko. Ég get svarið það. Sæl kolleg, sko. Þetta var sjó sem að tengdist Ingimar Eydal. Já, passar. Já. Það var ekki eitthvað ammælis var það. Ég bara... Þú veist ekki bara manna ekki. Já, en það var allavega verið að, tileinkað honum og... Já, og býttu við. Og hvernig var þetta? Ég var kynnir. Þú varst kynnir. Já.
og svo, já, tróð hljómsveitinu með velvalda slagara og Ingimar þarna í fararbroddi. Já. Og síðan voru dansarar. Það var einhver leikþáttur líka, manstu. En síðan voru dansarar, við dönsuðum við öll lögin og þannig að það voru búningaskipti og hérna í sól og sumaril og öll þessi lög. Já, og hérna, hvað heitir hann hérna, sem gæti farið svo djúpt? Þorvaldur. Já, hann var svona gesta söngvari. Það var alltaf hans lag, var þarna á sjó. Já, við dönsum eins og berserkir við öll þessi atriði. Þetta var áður en þú varst viðskiptafræðingur. Já, þetta var í menntaskóla bara. Já. Þannig að þá vorum við að fara bara hverja helgi suður og gistum á Hótel Borg og fengum laun og flugfar og dönsum á Broadway, eða hétt það ekki Broadway þá? Jú, einhvern tíma vorum við á Broadway og svo líka á Hótel Íslandi. Þetta var alltaf ævintýri. Fyrir utan alltaf að vera í sjallanum hérna hverja helgi. Já. Mánuðum saman eða eitthvað. Þetta var magnað. Þetta var magnað. Þetta var rosalega skemmtilegt. Þarna sérðu, við höfum unnið saman. Við höfum unnið saman. Frá Danmörku, eftir skólann, hvenær fóruð þið svo til Frakklands? Sko, þetta var svona hugmynd, Jón Ingvi var að vinna, maðurinn minn, hjá svona í fjarskiptageiranum og höfuðstöðvar fyrirtækisins hans voru í Silicon Valley Evrópu sem hérna í Suður-Frakklandi. Og það var svona möguleiki að fá sig fluttan og af hverju ekki að flytja til Suður-Frakklands ef það er í boði. Þannig til að gera langa sögu stutta þá átti ég vona barni þarna eða og við bara stillum þessu þannig upp að við förum að hausti áður en að Baldur þarf að byrja í skóla og Freyr fæðist þarna í október. Þannig að við erum ár í Suður-Frakklandi og ég í fæðingarorlofi á fullum launum frá fyrirtækinu mínu og þetta var bara dásemd í einu orði sagt. Öðruvísi matur í Frakklandi? Já, við vorum eiginlega bara að borða í 1 ár að kynnast þessari dásemdar matarmenningu Frakka. Þetta var alveg himneskt, þannig að við vorum mjög duglega að borða. Öðruvísi veður? Já, aðeins öðruvísi. En þarna í Suður-Frakklandi sem við byggum, þar sérðu sko í Alpana, þannig að við vorum mikið á skíðum yfir veturinn sko og maður gæti staðið á ströndinni í nóvembermánuði og séð snjóinn vera að koma í fjöllin og svo bara klukkutími frá Nýs að keyra upp í Alpana á skíði. Og svo flyttur til Íslands? Já, ég ætlaði að segja áðan, ég gleymdi að það er náttúrulega að koma hingað til Akureyrar eru náttúrulega fjöllin sem eru bara ær og kýr í þessu öllu saman. Er það? Já. Draga fjöllin? Já, við erum alveg svona, þetta er fjölskyldusportið að vera á skíðum og búið að vera það síðustu, bara frá því við byggum í Danmörku, þá vorum við að keyra til Svíþjóðar og Noregs á skíði og keyra í Alpana á skíði. En þið eru nú sko af fólki sem er rauninni bara fætt með skíði af fótunum nánast. Já, kannski maðurinn minn og faðir hans og en heimi á mér þá var farið á hverjum, hvort voru lög unga fólksins á laugardagsmótnum eða sunnudagsmótnum. Það var allavega í minningunni, þá erum við að fara upp í fjall með nesti, öll fjölskyldan. Og voru lög unga fólksins? Nei, óskalög sjúklinga, fyrirgeðu. Það var á lögudöfum? Það var á lögudöfum, þá er það hljómar bara óskalög sjúklinga í útvarpinu við að leiðinni fjölskyldunum upp í fjall. Með nesti? Með nesti. Já. Og skíða allan daginn og svo farið til ömmu Elsu eftir til að fá rjómatertu og heitt súkkulaði og svo horfa á húsið á sléttunum. Þetta var svona dásamlegi vetradagar í minningunni. Þannig að við fórum mjög mikið á skíði en ég var ekkert að æfa skíði. Nei, en hefur aldrei gert það? Nei, ég held ég hafi keppt einu sinni á Andrésarandaleika þegar ég var 7 ára eða eitthvað, en svo var ég ekki að æfa skíði. En hvernig með ykkur núna hafið þið tíma til þess að njóta svona útiveru og fara á skíði? Já, það er nú draumurinn við Akureyri. Það er að nú finnst okkur við hafa tíma því að það er að skjótast eftir vinnu upp í fjall
og þú 10 mínútur á skíði og nú svo mikil snjór að við eigum svona fjallaskíði þar sem við erum að fara náttúrulega á skíði þegar að fjallið lokar, þannig við erum á skíðum langt fram á sumar á þessum fjallaskíðum og svo taka fjallgönguna við líka. Já, þetta sem sagt, þetta í genunum. Já, ég held, þetta bara umhverfilega skemmtilegasta sem ég geri. Og klifriði á fjöll? Bara gangum á fjöll, ég er ekki mikið í klifri, ég er ekki komin í ísklifri ennþá. En ganga á fjöll, alveg hikstalaust. Já. Ég er í mjög góðum gönguhóp, við erum búin að fara vininni saman núna í 10 ár og veljum svona 3-4 daga sem við förum á hverju sumri og veljum nýjan stað á landinu og þá er þetta bara 4 daga ganga og þetta er alveg einstakt að kynnast landinu sínu svona bara labbandi. Voðalega gaman. Þú ert alveg gríðarlega mikill og góður fulltrúi Íslands, heyri ég. Nú? Í öllum málum, ég meina þú talar svo fallið landið og til þykir svo veitt landið og gott að koma heim og allt það. Já, og algjörlega, mér líður alveg þannig. Og þetta er einstakt þetta land sem við eigum. En sérðu fyrir þér að líf ykkar hefði kannski orðið öðruvísi ef þið hefðu orðið lengur úti, ég er nú að hugsa líka hvað hugsa fólk peninga og hvað það hefur inn og það allt saman? Danirnir náttúrulega eru, það er gott, það er margt sem við getum lært af Dönum. Þeir hugsa vel aurinn og margir leggja fyrir jólagjafa innkaupunum og svona dæmi. Og þeir, eins og ég sagði það er dýrt að reka bíl og þannig að þeir svona uppleggi fara Danirnir vel með aurinn. Þannig að þú talar munurinn Danmörk, Ísland, það finnur maður mun. Á svona málum? Já, það er meira svona bara látið vaða hér og bruðlað og við fórum náttúrulega bara alveg offæri svo endanum eins og þekkt er. Akkurat. Klandrið og þannig að það er munur á því og náttúrulega við tókum húsnæðislán í Danmörku og það var ekki verðtryggt þannig að en ég ætla ekki að fara út í verðtryggðu umræðuna því að það hefur líka sína kosti. Maður á bara að fá að hafa þetta val, verðtryggt og óverðtryggt. Svo við bara... En verðlag, munur á verðlagi, nú hefur það 3 lönd alveg. Nú eru náttúrulega Ísland, Danmörku, Frakkland. Fyrir þetta margumtalaða hrun þegar að krónan veikist, þá er verðlagi í Danmörku bara fínt. Núna finnst mér bara mjög erfitt að fara til Danmörkur og kaupa sér kaffibolla. Já, það bara svíður. Maður náttúrulega veit það miðað við stöðun eins og í dag. En svona burt sér frá því ef við hefðum verið á einhverjum svona svipuðu róli ef við vorum, hvernig það þá? Var það ekki allt í lagi? Jú. Fólk náttúrulega flyktist í utanlandsferðir til að kaupa bara föt eins og þeir farið reyndar að gera núna. Já, einmitt. Jú, ég held þetta sé bara, þetta sé allt til hérna heima líka. Bara ef þú opnar augun og þá erum við með þetta verðbil sem við viljum hafa og þannig að ég sé ekki að þetta er réttlæta utanlandsferð með því að ég geti keypt svo mikið ódýrt Ég vil meina ég sé bara að fara í utanlandsferð því að ég vil fara eitthvað og hafa það skemmtilegt og ferðast og svo er hitt bara kannski verslað eitthvað ef þú ert í þannig stuði en það kostar alltaf að flugfar og hótel og þetta kostar allt pening. Já. Þið eru komin heim. Já. Maðurinn er í sparisjóði, þú ert kaupmaður, frú viðskiptafræðingur. Já. Hvernig líst þér á þetta í raun eftir þið komið? Að vera komin heim til Íslands náttúrulega fyrst og svo heim til Akureyrar aftur. Já, þessi Hvaða möguleikar eru í stöðunni hér? Ég myndi segja að Norðurlandið hefði mjög mikla möguleika og ef fólk ef fólk bara passar að standa saman og snúa saman bökum og vinna saman þá hef ég svo trú á þessu Norðurlandi og mér finnst mjög áhugaverð þessi pæling að reyna að markasetja Norðurlandi sem slíkt af því að hér eru fjöllin og fjöllin þau draga að svo mikið af ferðamönnum sem að vilja annað en bara borgarlíf
og sem skemmtilegt líka. En þannig ég hef tröllatrú á akkurat þessu svæði og svo erum við með sko ótrúlega náttúru bara hérna hinum með við handan eins og Mývatnssveit og svo hálendi en Tröllaskaginn og hérna út í fjörður og náttúrulega besti skíðastaðurinn á landinu hérna. Ég held og með þetta, já, þessa innviði hérna á Akureyri að við höfum allt til þess að bera til þess að geta staðið teinrétt og stolt og að hérna kynna okkar bæ og bjóða fólk velkomin, alla gesti. Ég bað þig að koma með einhvern hlut svona sem þið væri kær. Já. Mundirðu það? Já, ég mundi það. Aha. Þú nefndi bækur og ljóð og svona og ég er nú alltaf með kannski svona 3 bækur sem ég að lesa og það alltaf eina matreiðslubók. En ég ákvað samt að taka hlut sem að ég, ástæðan eiginlega, mér líður eiginlega best þegar að ég búin að nota þennan hlut dálítið mikið. Og eins og ég sagði hann, það allt gott í hófi, þannig að ég ekki, en það sko hlaupaskónir. Þetta, mér þykir rosalega vænt þessa og þegar ég er búin að nota þá. Já, það sjá. Já, Þetta einhverju úrvalsskór. Já, þetta nú bara hlaupaskór, sko. En notar það núna? Já, sko, ég hef í gegnum árin, þá hef ég svona alltaf skráð mig reglu í einhver svona hlaup og til þess að koma mér í gang og þannig að ekki þessir en þeir Hvað númer er þetta? Ég held að þetta sé 38. Já. En þetta svona, mér líður best þegar ég búin að koma inn í ákveðin hlaupaform og finnst ég geta hlaupið bara, já, eins og mér sýnist. Já, alveg þindalust. Já, bara svona, allt, já, bara hæfilega samt, sko. Það liggur við að ég, sko, þyrfti að fá að hafa þetta hérna upp á vegg. Já. En það fyrir nú að vora og þú ferð að geta hlaupið. Já. Þetta búið að vera ansi strembinn vetur og ég nú alveg róleg, sko. En maður þarf að fara að skrá sig í eitthvað hlaup til þess að koma sér í gang. Já. Setja prógrami í gang. Það var gaman að fá því heimsókn. Já. Katrín Káradóttir. Takk kærlega fyrir mig. Með hlaupaskóinn. Og spjallaði við. Takk. Takk kærlega. Og gangi yfir. Já, takk. Sömuleiðis.